Já, komið þið sæl. Veðrið lék við okkur í dag og hægur vindur og víðast hvar var léttskýjað og hitatölunar komust upp í yfir 22 gráður á Suðurlandi. Og það verður áfram góður dagur á morgun, háþrýstisvæðið er ennþá til staðar en svona þegar að líður á morgundaginn þá byrja nú að þykkna upp á Vesturlandi og síðan fáum við svona óstöðugt loft yfir landið og þessi þýðir að þriðjudagur og miðvikudagur verða nú svona meira skúrakenndari og þungbúnara yfir landinu. Og ef við lítum á hitasviðið að þá erum við í hlýjum loftmassa en við sjáum hérna svona bláan kuldaboll koma hérna til okkar og það þýðir það að hitatölurnar munu svona lækka eitthvað hjá okkur. En morgundagurinn, hann verður fínn, það verður hæg breytileg átt eða hafgola á landinu og mjög víða léttskýjað, eitthvað þokuloft kannski við ströndina sem að gæti nú tekið hitatölurnar þar eitthvað niður, en síðan þegar líður á morgundaginn að þá á að þykkna upp hérna landið vestanvert en áfram ætti nú að vera bjart austan til og síðan á þriðjudaginn að þá sjáum við að það verður orðið fremur þungbúið landið vestanvert og einhver bleita hérna í kortunum en við getum búist við því að það verði víða skúraleðingar meðan að áfram ætti að verða þurrt og bjart austan til. Og hitatölurnar eru svona heldur og niðurleið svona mjög víða orðið í kringum 10 gráðurnar. Og áfram á miðvikudeginum þá verður veðrið svona nokkuð svipað, það verður hæg breytileg átt á landinu, svona frekar skýjað og við getum búist við því að það detti niður einhverjar skúrir nokkuð víða. Og áfram á fimmtudeginum að þá verður ekki mikla breytingar, hæg breytileg átt eða suðlag, áfram svona talsverðar skúraleiðingar í flestum landslutum og hitatölurnar svona í kringum 10 stigin. Og ef að við skoðum hvað er að gerast í kringum okkur þá nú veðrið svona að skána hérna í Skandinavíu, það er svona að byrja að þotna upp og hitatölurnar heldur að hækka. En það verður nú blautt á Bretlandseyjum á morgun það mun rigna þar nokkuð víða og síðan nú talsverðar dembur einnig hérna á Balkanskaganum en þurrt og bjart í Grikklandi, sömuleiðis verður þurrt og bjart á Ítalíu á morgun. Og ef við förum að Atlantshafinu að þá nú skila að nálgast úr vestri og það því svona þykknar upp í Portúgal á morgun og fer síðan að rigna þar. Á Spáni verður nú þurrt á morgun en það svona byrjar að þykkna þar upp einnig líka þannig að svona skýjahaulan færist hægt og rólega yfir himininn. Í Frakklandi verður aftur á móti svona nokkuð bjart yfir þó að það munum bætast einnig í skýjahauluna þegar að líður á morgundaginn. En síðan ef við förum til Kanaríeyja þá þar fínn dagur á morgun, það verður svona hæg suðlæg átt og léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt og hitatölurnar víða svona nálægt 25 gráðunum. Og ef við förum vestur hafa þá nokkuð fínn dagur hérna við austurströndina, 26 gráður og léttskýjað í New York og 29 stig í Washington. Síðan nú úrkomusvæði hérna á Flóridaskaganum og gert ráð fyrir að rigni í Miami og einnig verður svona talsverðar skúraleiðingar hérna við Mexíkóflóann. En það lagð hérna í norðvestri og leiðinni austur á bógina áttina vettunum miklu og henni kemur til með að fylgja talsmikil bæði vindur og úrkoma. En í í Kaliforníu verður áfram hlýtt og bjart. En að lokum hjá okkur, við fáum fínan dag í viðbót á öllu landinu á morgun, hæg breytileg átt, víða léttskýjað og hitatölurnar svona milli 10 og 20 stig en sem sagt síðdegis á morgun þá fer væntanlega að þykkna upp vestanlands. Látum þetta duga, veðrið í kvöld, verið sæl.